Góðan dag. Byrjaði að laga þetta, ekki? Þetta er alveg mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt að þetta sé allt saman rétt stillt. Svo þið heyri nú fallegu röddina mína. Og allt saman sé eins og á að vera. En við erum að fara af stað með enn eina biblíukennsluna sem ég veit að þú elskar út af lífinu og ert afskaplega þakklátur fyrir að hafa, ekki rétt hjá mér annars. Ekki svo vera. Og hér eru kertin okkar og þau hafa vaxið frá því við vorum með þau síðast, þau brunnu nú upp eiginlega bara hjá okkur síðast, þannig að hafa búið að breyta því og bæta úr því. Allt saman er þetta nú að virka því. Það vill ekki loga á blessuðum kertunum okkar. Já, ekki. Þetta verður allt í þessu fína lagi, eins og í öll hinn skiptin, ekki? Hefur ekki alltaf verið bara í alveg stökustu lagi á okkur. Ég held það. Nú hvað á svo sem að vera í ólagi, ef að Kristur er með og yfir, og hvað er þá í ólagi? Ekki neitt. Þess vegna höfum við þetta nú bara einfalt og leyfum Kristi að róða ferð og vera það í okkar lífi sem hann vill vera sjálfur. Svo einfalt er nú málið. En ef menn vilja flækja þetta fyrir sér, þá er ég ekkert að banna það. En ég held að Kristi sé það umhugað að við séum með flækjustigið sem allra lægst. Og það er vel hægt að ganga fram með þeim hætti vegna þess að það sem þú segir í Jesú nafni, það á að verða þér sjálfum til uppbyggingar, ekki síður en þeim sem heyra. Að vilja kenna mönnum leksíu, gott að kenna mönnum leksíu, en vil ekki vera sjálfur þáttakandi í henni hvað verk fram áhrærir. Gleymdu þessu það bara. Veistu af hverju? Við erum að vera hrein og bein í því sem við erum að segja og gera. Ertu það? Er ég það? Ég leyfi þér bara ekki svara því, en ég tel mig vera það. Og ekki svo að skilja að ég hafi neina skoðun á því hvernig þú aktar og hvað það er. En ég veit að Kristur vill að þú sýnir ákveðna breytni sem hann getur sýnt. Getur hann það? Ég bið það þín vegna, já, að hann geti það. Og hann gerir það og getur það ef þessi bók verður þér svona svolítið kær. Er flókin vísindi sá þér? Þetta er ekki flókið, þetta er einfalt, en getur verið snúið fyrir menn að stíga þessi skref, sem er allt annað mál. Við getum gert margt rammflókið sem er í raun sára einfalt. Við höfum allt til þess að láta einfaldleikan stýra okkur og stjórna. Við höfum trú, við höfum orð Guðs, við erum með þetta allt. Það bara nota þetta. Og skilja hvers vegna við þurfum það sem við þurfum, að er vegna þess að við þurfum að stíga ákveðin skref með Kristi. Hann gaf allt til þess að tryggja það að ég og þú gerðum þetta. Hann gaf okkur eins og við segjum, trúna okkar, svo orðið, svo samfélag. Við þurfum að rækja þetta allt. En við komum auðvitað í rann drottins með það að leiðarljósi að fá til okkar það sem að orðið er að segja. Við komum ekki inn í rann Guðs til að sýna eitthvað vald. Það er svo sem oft er reynt, en því öllu saman verið varpað og deyr aftur. Einn er sem ræður, hann heitir Jesús.
Ég er verkfæri Jesú og ég er harla sáttur og stoltur af því að vera þetta verkfæri sem segir, hann getur þó alltaf notað mig. Hvað með þig? Getur hann notað þig? Ertu vissum að þú gangi fram í vilja Guðs? Þetta eru spurningar sem við þurfum að spyrja. Þetta eru hollar og góðar spurningar án þess að við sem að beita sjálfum okkur einhverju refsingum. Það er allt annað mál. En hollar og góðar spurningar fyrir fólk, mig og þig, sem viljum gera þetta rétt sem við gerum. Og líka þess vegna erum við að nema og við hættum aldrei að nema hversu gömul sem við verðum, sem sagt upp úr fræðum lifandi Guðs. Í raun og veru, allt lífið, trúalífið okkar, snýst að fræða okkur, þess vegna hverjum degi og gera ekki hlé á. Af hverju erum við svona tregar manneskjur? Að vera tregur kemur málun ekkert við. Það sem gerist að dagurinn bara eins og hann er. Hann færði okkur þetta, hann færði okkur hitt. Sumt sem hann færði okkur, olli gleði og kátínu, annað gerði það ekki. Og þetta annað sem færði okkur ekki gleði var til þess að hugurinn fór að vinna og spinna. Þetta er vandi mannkynsins. Þetta er vandi einstaklingsins. Og heimurinn í dag er fullur orðinn af fólki. Og í hverjum einstaklingi býr sama og býr í þér. Það er allir að glíma sömu glímu. Við sjálfið, við hugsanir sínar, við verkin sín og svo framvegis og framvegis. Og allir líka, ekki gleyma því, eru að reyna að bæta sjálfan sig. Þannig er þetta. Og hugsaði þér, hvernig við líkjustum öll hvoru öðru. En samt er svo lítil sáttfýsi og til svo lítil fyrirgefning. Að það er synd í heiminum. Og syndin, þar sem hún veður ég lofa því, kemur í veg fyrir að nokkur fyrirgefning eigi sér stað. Er það ekki þannig? Þetta er nú rótin af því sem við erum að horfa á, allt í kringum okkar og út allan heim. Þegar fólk þar er alveg eins og ég. Það er að glíma, það er að slást við sjálft sig. Það vill vel, en verður fyrir vonbrigðum og breytir samkvæmt sínu vonbrigðum margir hver, kannski við öll. Þannig við þurfum ekkert að vera undrandi á því að ástandið sé ekkert gott, en það getur orðið harla gott. Við höfum leiðirnar. Við eigum til Jesús sem er fús til þess að fyrirgefa okkur, fylla okkur heilugum anda og fá okkur bókina sem er svolítið öðruvísi bók heldur en þessar kennslubækur sem við alla jafna erum að glugga í og gefa okkur hálfgildi svör og þaðan að minna, og þetta vitum við. Margt stórkostlegt svo sem komið fram og margt stórkostlegt verið gert, eins og til að mynda í verkfræðinni. Sjáðu all mistökin sem kom í ljós í verkfræðinni, sem menn hrópuðu húrra yfir og flugu með heiminskautum af kátínu og gleði yfir verkfræðinni. Svo liðu árin. Hvaðan lykt er þetta í loftinu? Við erum að uppgöta mengun. Voðalega fnikur kemur að þessu bíladrasli sem þýtur hérna með göturnar frá mótni til kvöld. Þetta er verkfræði. Hugmynd verkfræðina. Hún skilaði nú þessu. Og ekki bara það, hún skilaði þessu, heldur byggðu við allt hjá okkur utan á þetta. Horfðu á bæjarfélagið.
þau samanstanda af brautum og akandi bílum. Liðlangan daginn allan sólarhringinn í þessum þéttari byggðum og stærri borgum, ís og þys. Og við eigum þetta allt og njótum og viljum ekki missa. En á bak við hvern einstakling, mig og þig, eru þessar hugsanir, hvar sem hann er. Stundum glaður, stundum bitur, stundum heiftuður. Af hverju? Að það er ekki fullnægð manneskja. Og hvernig getur það verið með öll þessi tæki, flottu og fínu tæki í kringu sig? Að því hann þarf meira. Og þetta meira sem hann þarf heitir ákveðnu nafni, heitir Jesús. Svo óflókið er nú þetta mál. En svo vandfundið fyrir menn að átta sig á að þetta eigi við mig. Já, segðu mig. Ég hef viðurkennt þetta fyrir 30 árum rúmum. Að þetta sé ætlað mér. Og ég get alveg sagt þér það, ég er ekkert að skipta neitt. Ég ætla að halda þessu verki áfram. Að því ég veit, og ég veit, líklega er ég að tala fyrir þína hönd líka, að ég vil láta gott af mér leiða. Ég held að þú sé sammála mér hvað þig sjálfan varðar. Þetta er það sem við viljum. Allir þessir miljardar á jörðinni vill þetta. En hver er birtingamyndin? Já, við sjáum hvernig hún er. Morð ofan í morð, ofbeldi ofan í ofbeldi, allt í gangi og engin lækning. En lækningin er vissulega til staðar. Hún er orð Guðs, hún er heilagur andi, hún er Jesús, sem dó á krossi og reis upp vegna þess að dauðinn fékk ekki haldið á honum. Af hverju? Af einni ástæðu, Drottinn Guð sá hreina manneskju. Og hann sagði, þennan geti notað til þess að leysa alla menn undan þessari synd. Og þetta er enn í boði. Skilyrðið er að trúa á hann. En þarna eigum við engan hlutamáli, veistu af hverju? Trúin er gjöf. Ég fekk trúna mína að gjöf. Og ég þakka Guði fyrir það að ég hef ekki veiklast í minni trú og ég varðveiti mína trú eins og sjáaldur augna minna. Trúir þessu? Ef þú þekki mig og þá trúir þessu. Því að með þessum hætti hef ég lifað. Þannig ég er ekki gremjuboltinn sem slægjum mig með nafni Jesú. Það eru sumir sem gera það. Það bara sér það á sumir völgu, maður. Eitthvað líður hann nú illa þessum. En hann segist vera kristinn maður. Hann er eitthvað að flökti þessi skilningur. En þessu fólki er fyrirgefið því að mér varðar ekkert það hvað aðrir segja. Og ég veit alveg að til er gremjufullt fólk og ég veit líka að gremjan getur farið. Aftur komum við á orði Guðs. Lestu orð Guðs, færðu þig nær Guði, þá kemur hann á móti þér og málið er leyst. Sá sem upplifir þetta, ég segi að gremjan víkur. En þú gerir þetta ekki ef þú þekkir ekki Jesú. Það er ekki nóg að segjast þekkja Jesús, sýndu það í verki að þú þekkir hann. Og hvað gerist? Þú eru glaðasta manneskjan í öllum hópnum. Ekki svo að skilja að þú þurfur eitthvað að sýna það,
þó þessi nú alltaf skemmtilegra að vera nú glaðvært fólk en fílungja, þá er það best fyrir þig sjálfa og sjálfa. Þess vegna kom Kristur, þess vegna breytir hann mannesku, þess vegna segir hann, dragstu að mér. Og þegar þið mætist, þá er allt sem að hrjáði horfið. Eins og dögg fyrir sólu. Þetta er hlutskipti hins kristna manns. Og ég get sagt þér það, og ég held ég sé ekkert að tala bara fyrir sjálf á mig, að ég veit ekki hve oft ég hef nákvæmlega upplifað þetta að þegar þessi samrunni verður eru allir erfiðleikar horfnir. Ég held ég væri ekki hér, ég hefði ekki aðgang að þessu afli. Já, þetta er afl. Þetta afl heitir Jesús. Hann hlúar að manninum, hann hugar að manninum. Hann kennir manninum sína leksíu og maður sem meðtekur hans leksíu er lukkunar pamfíll. Reynir vissulega erfiðleika af allt og mörgum toga, get ég nú því miður staðfest, en hann er samt lukkunar pamfíll. Því hann á það sem að syndarinn á ekki. Hann á frið við Guð. Og þessi friður mætir honum í erli dagana, aftur og aftur. Þetta eru forréttindi hins kristna manns. En samt ekki forréttindi sem eru ætlað einhverjum útvöldum, jú, vissulega útvöldum. En við getum öll verið á þeim stað að verða þetta útvalda fólk. Þannig að flóran er breið. Hann fer ekki mangar einar álit. Hann tekur bara þann sem hann vill. Og allt þetta fólk er samankomið í hópum, kölluðum líka söfniði, út allan heim. Allir þessir menn og allar þessar konur eru þarna vegna þess að þeir sjá þörfin á þessu fyrir sig sjálft að vera tilheyrandi þessum kristnu hópum. Þannig eru þeir aðskildir frá heiminum og þetta er vilji Guðs. Af hverju? Allir þetta sé ekki eitt öflugasta boðunartækið sem að Kristur hefur í höndum. Það er þessi söfnuðir og það er þessi, kærleikur sem ríkir þar. Gæti oft auðvitað verið meiri. En þetta er bara samansafn af fólki að berjast innri glímu við sig sjálf. Fólk sem lendir í eins og allir aðrir allt og mörgu, of oft. Þetta er hlutskipti mannsins. Samt er að varan og bak og brjóst af honum sem dó og reis upp í þeirra stað. Hann var svo fyrsti. Svo komum við öll hinn á eftir honum og förum þangað sem hann er. Þetta er vonarljósið okkar, vonarneistin okkar. Og með þetta fyrir augum sér heldur maður áfram. Horfir á Krist, ekki á menn. Því þeir eru jafn slappir og ég og þú. Þannig að það gerum við ekki. Annað er að verða menn, annað er að standa með fólki, annað er að flykkja sig utan leiðtogan í kirkjunni, því að þeir þurfa á stuðningi mínum og þínum að halda og við styðjum þetta fólk. En við trúum ekki á það. Við trúum á Krist. Og því verður aldrei breytt. Og manneskja sem heldur sig þarna, heldur sig alltaf réttu megin í þessu öllu saman. Hún hefur skilið boðskapinn rétt. Og hvað þurfum við meira en að skilja boðskapinn rétt? Og hver hæfari þar öðrum? Enginn. Allir hafa jafnan möguleika á að skilja boðskapinn rétt því að það sem býr í þér er eins í öllum öðrum. Þessari svakalega trúuðu manneski sem þú horfir til
og fellir tári yfir því þið finnst trúin svo mikil. Þú átt þessa trú til. Stígðu bara fram í henni. Ræktaðu hana upp í þér sjálfum og sjálfri. Hættu að horfa til annara með það sem þú átt sjálfur og getur vel stíð út í. Það er bara að gera það. Þetta er það sem að biblíufræðslan í dag vil segja okkur. Og hér er bókin. Hér er kennslan. Hér eru aðferðirnar sem okkur er boðið að nota. Það eru allar hér. Hvað segirðu þetta? Ertu til í að nota þetta? Ég veit ekkert um það. Það er langt síðan ég hætti að velta því fyrir mér hvað öðrum finnst um eitt og annað. Ég veit bara hvað ég vil. Ég vil hafa þetta með þessum hætti og ég vil vaksa í þessu frekar heldur en eitthvað annað. Þegar ég vaksi í því. Ég held ég standur nú svona nokkuð í stað með þessi atriði. En ég nota hana nánast á hverjum degi. Ekki alltaf, en nánast á hverjum degi. Ég vil hvetja þig til þess að gera slíkt þess sama og bætum betur og lesa á hverjum degi. Alla daga ársins, alltaf. Því að það mun ekki gera það neitt nema gott. En þetta er eitthvað sem þú verður að gera. Þetta verða að vera meira en bara orðin þín og viljið þinn. Þetta þarf að verða verk. Já. Við ætlum að lesa, við höfum alltaf lesið eitthvað. Og eins og alltaf áður þá var þetta allt saman svona óundirbúið hvað við lesum og við leifum bara andanum að ráða því hvernig það mál er og það er allt í lagi. Það hefur bara komið ágætlega út hjá okkur eða ekki, eru ekki sammála um það. Það er Markúsa Guðspjall, 8. kafli. Lesum frá að með 27. versi og yfirskriftin er játning Péturs. Jesús fór nú ásamt lærisveinu sínu til þorpanna hjá Sesaru Filipi. Á leiðinni spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mig vera? Áleitin spurning. Hvern segjum við Krist vera? En segjum við eitthvað um hann? Ég veit það ekki, en hann spyr þessara spurninga. Þeir svörðu honum Jóhannes, skýrara, aðrir Elía og aðrir einn af spámönnunum. Þetta er það sem gekk Krist. Þannig við sjáum að Kristur hefur verið allvel þekktur einstaklingur á sínum tíma. Það voru allir að tala um hann. Það vissu allir eitthvað um hann. Það hafðu allir skoðun á hann. Það liggur í spurningu drottins. Hvern segja menn mig vera? Og við sjáum þarna nokkrar afstöður sem menn sögðu hann vera. Enginn sagði hann drottin. Enginn sagði hann vera hann sem að drottin Guð myndi senda til jarðarinnar sem leysti líðin undan áþjón, já, heimsins í raun og veru. Enginn sá hann þannig. Samt höfðu þeir orð Guðs. Gamla testamentið, þar sem þetta allt stóð. Og við í dag höfum orð Guðs. En hver margir segi ekki þetta sem að þeir svörðu honum og nefna alls konar nöfn til staðfestingar því sem Kristur er. En hver er Kristur? Hann er frelsari minn. Hann er svo dó í minn stað og gerir að verkum að þessi einstaklingur mun ekki deyja. Góð býtti, er það ekki rétt? Mjög góð býtti. Því get ég lofað þér. Það sé ég að með þeim hætti og sérðu þetta svona. Ég veit það ekki. Það er ekkit víst að þú sjáir þetta svona. Og hann spurði þá, en þið, hvern segið þið mig vera? Núna
beinar að spurningunni að þeim, að sínum hópi, að samfélaginu sem hann á til. Samfélaginu. Hvað segir samfélagið um Krist? Hefur það fengið opinberun hver hann er? Við skulum lesa það. Pétur svaraði honum, þú ert Kristur. Vafningalaust. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Af hverju vildi hann ekki að yrði neitt sagt hann, að því tíminn hans var ekki enn kominn. Það allt saman fór í gang eftir upprisuna, uppstigninguna. Við sjáum hvernig þetta var. Það byrjaði þarna í loftstofunni og þaðan gekk boðskapurinn út, hinn fyrsti. Sami boðskapur og við hér erum að nefna og tíunda og mæra. Það hefur ekkert breyst. Og margir sjálfsagt að segja alls konar verk manna drottins. Og sjálfsagt fæstir að tala það sem þeir eru að gera sé frelsisverki sjálft í hnotskurn. Þetta er auðvitað myndin af því að syndin er söm við sig. Hún er ekki upptekin við það að segja fólki sannleikann. En það ættu við að vera sem tilheyrum drottni og vera Pétur þegar hann sagði, þú ert Kristur. Já, Jesús er Kristur. Og hver er Kristur? Frelsari allra manna. Þetta er boðskapurinn. Hvert segja menn mig vera? Spyr drottinn. Og við fáum alls konar útleggingar á því. En enginn sem að þeir heyrðu nefndi orðið frelsar í sambandi við Jesú Krist. Nefni ég hann frelsara. Hann er frelsari. Já, ég nefna hann frelsara. Frá því andartaki sem ég frelsaðist, hef ég nefnt Jesú sem minn frelsara. Frá hverju? Syndinni. Ég hef nú ekki syndgað svo mikið. Það eru þín orð. Þú stendur ekki með þetta frammi fyrir Guði. Þar gildir nafnið Jesús. Ekki þitt álit á þessum hennu. Það er að boða trú. Orðið styrkir trúna. Það er að hvetja til þess að þú og ég og við séum vel að okkur í orði Guðs. Það er að hvetja mig og því og alla til að bera ábyrgð sjálfur á því sem ég er að nema. Því að það getur það enginn fyrir mig hvort þið er. Er ég til í þetta? Þetta er það sem ég hef verið að gera yfir 30 ár, upp á hvern dag, og er enn við þetta. Og ætla ekki að hætta neitt. Því þetta er svo skemmtilegt verkefni. Og verður ennþá skemmtilegra þegar maður er dáinn sjálfum sér. Þegar maður er með báðar fætur og jörðina og leyfir drottni að opinbera sér hvað sem hann vill sjálfur. Það styrkir trúna. Ég geri mitt. Ég les orð Guðs. Ég bið bænirnar mínar. Og ég til friðs þar sem ég er. Vegna þess að það er vilji Guðs. Ert þú til friðs þar sem þú ert?
Ég vona að svarið sé já þín vegna. En hvað veit ég? Ég er ekki innan um allt fólk. Ég er bara innan um suma. En sjálfur er ég til friðs. Og það veit ég að þú tekur undir. Þú sem þekkir mig. Nú er það Gamla testamentið, við vorum áðan í Nýja testamentinu. Þetta er sami doðrandurinn. Samanstendur af 66 bókum. Ekki, annars. Sumir eru upptekni við þetta en ég veit, svo sem pæli ekkert í því. Aðrir mig alveg pæli því að þeir vilja. 144 sálmur. Lofaðu sér drottinn bjarg mitt, sem æfir hendur mína til bardaga, fingur mína til orustu. Þú ert misku mín og vígi, vörn mín og hjálpar hella, skjöldur minn og athvarf. Hann leggur undir mig þjóðir. Þetta er orð sálma skáldsins Davíðs konungs, þess merka manns. Lofaðu sér drottinn, bjarg mitt, sem æfir hendur mínar til bardaga. Við getum þurft að berjast fyrir okkar trú. Erum við tilbúin í það? Erum við með þjálfaðar hendur og þjálfaðan munn og varir til að efna til átaka að þessu leyti? Ekki átaka. Ég er ekki hrifinn af átökum. En maður sleppir ekki alltaf við allt. Stundum þarf maður að gera óþægileg verk. Það heitir að reynsa til. Og ef ég geri það ekki, hver á svo sem að gera það annar? Ef ég tel eitthvað hæfan í það, þá get ég alveg bara bent á sjálfum mig. Ég er sjálfur hæfur þarna. Nefnir, við þurfum að vera tilbúin til að gera alls konar. Við þurfum að vera tilbúin til þess að bera okkur eftir alls konar. Fyrst og fremst erum við tilbúin til þess að bera okkur eftir því sem drottinn hefur hand okkur. Síðan má sjá til hvað annað er í boði, en alltaf Kristur númer 1. Viljum við þetta? Ég segi fyrir sjálfa mig, ég elska þetta. En þú auðvitað svara fyrir þig. Og þetta er það sem ég hef gengið út á, já, síðan ég frelsaðist, eins og ég oft sagt, 1989. Og ég er ennþá við sama Heygarðshorn, er ennþá að tala svipuð orð og ég hef alltaf gert, vegna þess að orð Guðs hefur ekkert breyst. Það er nú stóra málið og sannleikurinn sem við segjum aftur og ítrekað. Það hefur ekkert breyst. Þess vegna getum við örugg tekið við boðskap sem að Jesús hefur handa okkur, af því að Jesús er að tala. Þessi maður er ekki Jesús. Þú veist nafnið á honum. En í honum er andi Guðs og hann talar kennsluna. Vitnisburðin segir sannleikan og hvetur að borði Guðs. Þetta er borð Guðs. Þarna færðu alla þá fæðu sem trúin kallar eftir. Fæðu sem trúin þarf á hverjum degi. Maginn vill sitt og við sinnum honum. Já, við sinnum honum. Ef þú sinnir honum ekki, hver á að gera það þá? Þínum eigin maga.
Sama gildir trúna. Ég, þú, við þurfum að sinna okkar eigin trú. Og til að gera verkið léttara, þá erum við þar á hverjum einasta degi. Þá venjustu trúnni í okkur sjálfum og upplifum að vera partur af okkur. Og það er góð staða. Allt vegna þess að við vorum tilbúin til þess að leggja okkur þá vinnu sem þurfti. Sá sem ekki vill vinna á heldur ekki mat að fá. Og matur í þessu tilviki er úr orði Guðs. Þannig við sjáum að vinnuframlagið er mikilvægt. Ekki bara til að fá okkur fé. Þannig fór nú þetta koll. Það smá þessi trekkur inni. Kannski barði í borðið. Þetta er fallegt á borðinu hjá mér. Við verðum að þurrka þetta upp og eftir. En það fór vel. Ég kláraði vatnið. Smá dreitill eftir. En tíminn er að vera búinn. En svona var að styttast allavega. Já, bara nokkra mínútur. Þetta er fallegt maður. Vatn á borðinu. Á dúknum. Þetta er glæsilegt. Og ljósin yfir mér þau speglast í dropunum. Sem að ég er bara heillaður. Ég held ég verið bara að mynda þetta sveimir þá. En það er ekki kannski beintenging við biblíukennslun okkar. Nú get ég ekki lagt bókina á borðið þegar þá blotnar blessuð bókin og það vil ég ekki. Ef að lesa eitthvað smávegis áður og hættu þessu. Við getum nú lesið þó að þessi smá vastur uppi á borðum. Ekki annars. Það getum við það ekki. Við erum núna í Lúkasar guðspjalli. Lúkas, guðspjallarmaður, var leið læknir. Þannig að læknar hafa verið til á öllum tímum og læknar eru til enn þann dag í dag. Og þeir lækna fólk. Engin efast neitt það að þeir gera eitthvað annað. Þeir gefa lyf sem hjálpa fólki við að ná árangri í einhverjum krankleika sem hrjáir. Og trúin fær lyfið sitt í orði Guðs. Og orð Guðs læknar fullt af meinum sem hrjá sálartetrið okkar. Fullt af meinum. Það er Jón í Lúkasar guðspjalli sem vorum að segja á þann. Svo bara við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann, þá hann lauk bæn sinni. Drottinn, kenndi okkur að biðja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum. Hann sagði við þá, þegar þeir biðjist fyrir, þá segir Faðir, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, gef oss hvert dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss voru syndir, enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Þeir segja, Jesús, kendi okkur bænir eins og Jóhannes kendi. Kannski vildu fá bænina sem hann bar fram af eigin vörum. En hann kemur með bæn sem ég held að sé alveg ný bæn, já, sem að þeir heyrðu. Við biðjum frá hjartanu. Og ef við biðjum frá hjartanu, þá biðjum við nýja tegunda bæn daglega. Í raun og veru. Og það er ekkert af því. Þannig við biðjum bara eitt og annað ef við viljum það, fyrir öðrum, hverjum sem ef við viljum það, og svo framvegis. Við þurfum ekkert að vera með einhverja stöðluð orð, við megum það alveg við viljum. Við skulum bara biðja líka frá hjartanu. Ég tel að þessi bæn
sem við fengum á það hafi verið frá hjarta drottins. Ekkert endilega bæni sem að Jóhannes var að kenna. Ég reyndar held að þetta sé ekki sú bæn. Og þetta er fyrirmyndin okkar. Biðjum frá hjartana. Leifum bara drottni að skaffa okkur orðin sem að verður að bæn, sem hann vill heyra. Ég held að það sé farsælt. En nú, það kom tími. Gott mál. Smávegis streitilettir. Og droparnir mínir fallugu ennþá á borðinu. En við getum ekki staldrað neitt og lengi við þá. Því að tíminn hefur talað og við verðum að hlýða honum, eða ekki? Kveð og held þessu verki drottins á.